Herri, þá ætlum við að kíkja á hérna, rifja upp hérna hvernig við gerum dæmið 3A7 og það einfaldlega þannig. Við erum með línu og við erum að teikna hana upp. Þannig að það sem þið eru vön að gera, en við ætlum ekki að gera í þetta skipti, það sem þið eru vön að gera er að þið gerir gildistöflu. Gerið þið x y, þetta byrjar í kannski -3 sem kemur -2, -1, upp í 3 og þið reiknið út allar þessar tölur. Síðan myndu þið gera línurit og þið setjið inn alla punktana og svo teiknið línu gegn allan. Það er ekkert að þessari aðferð, en ég ætla bara að kenna ykkur aðeins þægilegri aðferð. Af því að ef þú ætlar að teikna upp línu, þá þarft ekki alla þessa punkta hérna. Þessi lína á að fara gegnum þessa punkta hérna í fyrsta lagi. En ef þú teikna línu, þá þurfum við bara 2 punkta. Þú ert með 2 punkta á línunni og hann er að teikna hana. Þannig að við ætlum að teikna upp þessa hérna línu bara með 2 punktum. Þannig að til að spara ykkur smá tíma. Þannig að ég ætla að gera hérna svona mini gildistöflu. Ég ætla að hafa hérna -3 og 3. Það er að taka hérna ystu gildin. Ég er ekkert að taka hérna á milli. Þannig að ef x er -3, þá setjum ég bara -3 hérna inn og ég fæ -5, er það ekki? Rétt hjá mér. Já. Ef ég set 3 hérna inn í, þá fæ ég 6, 7. Síðan sem ég get gert þá, er ég með línurit. Þetta er svolítið erfitt að gera þetta þegar maður er bara með svona hvítan pappír. En hérna -3, -3, 2, 3, 4, 5. Þannig ég er með punkt sem er cirka bát hérna. Punkt sem er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Ég er með punkt sem einhvers þar hérna. Síðan teiknum maður línu hérna milli með einhverju almenn reglustriki og ekki svona penna. Þannig að þá er komið línu hérna gegnum þessa 2 punkta. Og þið náttúrulega gerir þetta ekki alveg svona illa eins og ég gerði. Þetta er ekki vel gert að gera svona. Þannig að þið passið ykkur að gera ykkar línurit almennilega, professional. En svona getum við að teikna upp línu. Það er nóg að gera 2 punkta, þurfum ekkert meira.